ekki bara sáttur, heldur himinlifandi á dekkjum frá Yokohama. Þú fær Yokohama dekkin hjá Dekkjahöllinni og á dekkjahöllin.is. Jósera fullkomið hundafóður fyrir alla hunda. Verið velkomin í Mótorhaus. Núna erum við á Hellu. Já, komið nú öll sæl og blessuð. Við erum mættir hér í Mótorhaus, 4. sumar í röð og ætlum að sjálfsögðu að byrja á því að kíkja á Sindra torfarinn sem framfór að Hellu 12. maí síðastliðinn. Heldur þú að gera einhverja glóríur í dag? Ég ætla að vinna þetta bara, það er einu sem ég ætla að gera. Hvað færð? Allavega að fara yfir helvítis vatnið. Já. Ná því einu sinni. Já, þú er ekki náð því. Nei, það vantar alltaf smáttur í upp á. Hvað færðu þér að borða þessa morgna sem þú vinnur keppni? Bara ekkert. Og það ég hef aldrei unnið keppni. Hvað er búið að gerast til þér í vetur? Það er svona margt búið að gera sko. Við erum komið ennþá öflugri skiptingu, vorum við í fyrra. Keyptum eina skiptingu frá Transmission Special í Bandaríkjunum og settum hana, við keyptum undir aðri fyrra og keyptum ennþá sterkari núna og öflugri vél frá Mass Motorsport LS7, Dyno Testu 701 hestafl. Ekki meira? Ekki meira. Finnst það nóg? Já, veistu það ekki. Hún á nú inni samt og það er bara milli, þetta er að hindra það og það er svo lágt sko, þetta hútið er lágt. En ég get mörglega mikið meira út úr hún, þú eru hellinga nýtrói. Einu hestafli meira en Þórþormar. Er hann einu? Einu. Og betur baðstu þá sérstaklega það, bara getið ekki vikið meira en þessi þarna? I want much nicer of that chicken. Já. Akkurat svoleiðis. Nú sagði Haukur að hann væri með 1 hestafl á þig. Hann væri einu hestafli kraftmeiri en þú, er það satt eða? Nei, ég get alveg sagt það að bílinn hjá mér er sennilega, myndi ég giska á 23 hestafl meira heldur en hjá Hauki. Hvað kom til að þú ert farin að mæta aftur á torfærukeppnir? Það blundaði mér alltaf allavega að taka Hellukeppnina svona allavega, byrja á því. Ég var hérna síðast 2008 og 10 ára síðan. Ok. Og ekki búin að gleyma hennu? Held ekki. Heldur ekki? Nei. Núna ertu búin að gera eitthvað í bílinu, veitur það ekki? Jú, ég er búin að skipta um einhvern mótor og ég man ekki, var það eitthvað meira? Þú manst það kannski frekar en ég. Nei. Maður er alveg ruglaður á svona keppnisdegi. Jú, við erum búin að skipta um mótor held ég. Og ég held að það sé það svona eina eiginlega. Já. Þetta er dagsformið á þér? Ég held að það sé gott, en ég held sé allt og ég veit það ekki, það er alltaf mikill pjakkur í manni samt held ég. En það, já, einhvern veginn svona maður er eitthvað í því en samt ekkert stress eða þannig. Nei. En einhvern djús pjakkur í manni, þannig ég veit ekkert hvernig það endar. Nei. Ha? Svona bara kalt mat, hver heldur að vinni? Ég er búinn að vera að hugsa þetta aðeins síðustu daga. Ég hef ekki fengið niðurstöðu ennþá. Nema það að ég ætla að vinna en ég hef svo ofta ætlað að vinna en ekki gerst hérna á Íslandi þannig að verður ekki að segja að það sé komin tími á mig. Uppskriftin hjá þér í dag, er það að vinna? Það er lagt á stað með það. Já. Verja titili minn allavega, þannig séð. Vist ég keppti hérna síðast 2008 og vann keppnina og kannski það er svona meiri pressa finnst manni. Svona alltaf bílarinn er góður líka í dag, sko, fullt af góðum keirurum og góður bílar og þannig að náttúrulega, maður veit ekkert hvernig möguleikana verða fyrir maður að byrja bara. Ertu með bíl í svona samanburði við þá? Já, ég veist að hérna, þó hann sé honum gamall og svona, veist, þá var hann heppnast á mjög vel í smíðinu og ef að mótorkrammi virkar þá er bíllinn held ég bara mjög góður. Já. Hvernig er dagsformið á þér? Ertu klár í þetta? Já, já. Ég er að vísa að fara í brautaskoðun núna, þannig að það er þetta er erfiða brekkur, maður er búinn að bæta aðeins á sig og þannig að það er bara gaman að því, veist ég, það er fínu formi, þannig að. Hvað færðu þér að borða á mótnana sem þú vinnur? Ég vilt alltaf, ég fæ mér vilt alltaf kókomjólk, það er þegar ég kem hérna. Bara byrja að keyra í torfæru og alltaf með kókomjólk og ég hef með kókomjólk á hann og samloku. Já, auðvitað. Það er ekki spurning, gaman að fá Gísla aftur inn í sportið. Fyrir þá sem ekki vita, þá var hann alltaf á kókomjólkinni hérna í gamla daga.
En við byrjum á fyrstu braut eins og ég sagði og það hann Guðmundur Elíasson sem fyrstur í braut. Hann var að pröfa þennan bíl í fyrsta skipti í þessari braut. Þið að sjá hann keyra þarna fyrstu metrana á þessu bíl. Nýlega orðinn 17 ára. Pappan smitti sig á, sem ekki fara nánar til það. Elías Guðmundsson sem búinn að keppa á þessu bíl síðustu ár og datt á svelli og meiddi sig í öxlinni og leiði stráknum að keppa og sjá hvað hann gerir þarna. Fer hann aftur fyrir sig. Rúlar þarna í tring og fær 120 stig fyrir þessa braut. En Guðmundur sýndi gríðarlega takta í þessari keppni, mjög skemmtilegur. Það annar maður sem við ætlum að sýna í þessari braut, það hann Fjölnir Guðmannsson á Evu. Hann var svo eini sem reyndi almennilega við þetta stál og komst ekki lengra, fekk aðeins 180 stig. Þá hann næstur, réttara sagt, nú vindum við okkur í aðra braut. Það Gísli G. Jónsson sem við ætlum að sýna hér fyrstan. Hann lendir í smá krappa hana og rúlar hana niður. Náði þess ekki nógu vel, kallinn, en hann reyndi og fekk fyrir þetta 90 stig. Þá það Gestur Ingólfsson og Þetta virðist alltaf að vera erfitt, hann fekk 80 stig fyrir þetta. Eyðilagði hann að örfá dekk og eitthvað ýmislegt fleira. Eins og segi, fekk bara 80 stig. Þá það Fjölnir Guðmannsson í aðra braut. Sjá hvað hann gerir, lendir þetta svolítið harkalega í bakkanum og ákvaður að velta ekki aftur, fær 70 stig. Það það Magnús Sigurðsson á kubbnum, rosa flottur þarna maður, vippa sér þarna upp á leikandi og svo sér eins og við sjáum þá þessi bíl frekar léttur og alltaf rosa gaman að fylgjast með Magga keyra. Sjá hvernig þetta gengur hjá honum. Hann þarf að bakka hérna, lendir svolítið neðarlega þegar hann reynir að ná beigjunni hérna í sandinum. Og næra krækir sinni fyrir, flottur. Svo það bara að klára þetta. Og hvað gerir hann? Flýgur hann upp á fyrir 190 stig. Þá það Geir Evert Grímsson á sleggjunni. Sjá hvað hann gerir, þekktu fyrir skemmtilegan akstur og mikill hliðþrif. Það reyndar var umtalað hann í brekkunni eftir hann keyrði það. Það hefði mátt halda að hann hefði verið í tímabraut því að hann sló. Það tók besta meðaltíma og endarhraða og fekk 260 stig fyrir. Glæsilegur akstur á honum. Þá myndi okkur Þórþólmar Pálsson næstan. Svo hann sagði þá hann komið nýja vél og ýmislegt annað, flaug þarna upp á 290 stig, glæsilega gert. Þá það Ingólfur Guðvarason á guttanum. Hann á gríðarlega kraftmiklu bíl. Eitthvað lendir í smá frákasti hérna og kemst ekki upp á. Og þarna sjáum við powerið, þvílíkur kraftur í þessu bíl. Rendi sér þarna upp á ekkert mál. Þá það seinna stólið, sjá hvernig hann fljúi ekki þar upp. Lendir aftur í svona frákasti. Gerir þetta glæsilega, þvílíkt flott hjá honum, 240 stig. Þau fengið þarna refsingu fyrir eitthvað stigum og hann bakkaði og svo framins. Næstur það Atli Emil Ásgeirsson. Sjá hvað hann gerir. Hann búinn að vera gríðarlega beittur. Bíllinn er svarinn að virka alveg hroðalega. Sjá hvað hann gerir hérna. Eins og að drekka vatn. 350 stig. Glæsilega gert hjá honum. Það Guðmundur Elíasson í annarri braut og farinn hann á tökum á bílnum, flaug þarna upp á. 270 stig, ekkert mál. Þá fyrir við í þriðju braut og þar Svanur Tómasson fyrstur hjá okkur. Sjá hvað hann gerir. Hún var svolítið lúmsk þessi braut en Svanur á stórum dekkjum og nóga kraft og bíllinn virðist einhvern veginn alltaf ná einhverju gripi þannig að þetta bara var ekkert mál. Glæsilega gert hjá honum. Þá hann næstur í braut Fjölnir Guðmannsson og hann brýtur hjá sér afturskaft. Fer hjá honum hérna í sundur suð á afturskaftinu.
Hann fór ekki lengra, hann fikk eitthvað alveg skuggalega lítið fyrir þessa braut. Næstri braut, Magnús Sigurðsson á Guðnum. Sjá hvað hann gerir. Léttur og lippur. Já, hann dólar hann bara yfir þetta og flýgur hann upp á. Glæsilega gert hjá honum. 330 stig. Þá það Ásmundur Ingjaldsson, en hann algjörlega nýr, smíðaði bíl í vetur og mætti til leiks og gekk eins og ekkert væri aðfinnanlegt. 330 stig. Þá að Geir Grímsson í þriðju braut. Já. Skomberar hann upp á eins og ballerína. 340 stig. Þá Þórðarmar. Sjá hvað hann gerir. Já, glæsilega gert. 330 stig. En þessi braut varð auðveldari og erfiðari með tímanum. Hún léttist á öllu leyti nema bakkinn þarna var svolítið lúmskur. Atli Emil flaug þetta upp á 340 stig og fór létt með það. Þá það Guðmundur Elíasson. Já, fór hann alveg flottum tökum á bílnum 330 stig. Þá það Gísli G. Já, ekkert mál, 340 stig. Og Gestur Ingólfsson. Fullt af poweri. Stekkur aðeins út fyrir, en fær 330 stig. En staðan eftir 3 brautir svo hljóðandi. Í fyrsta seti Atli Emil Ásgeirsson með 930 stig. Þórmar Pálsson í öðru seti með 860 og Geir Grímsson í þriðja með 830 stig. Hvað fyrir þú ekki að keyra? Ég laskaði mér öxlina í vetur, þannig að ég fekk bara drenginn til að sjá þetta. Já. Hann standað sig? Mesta furða, sko. Mesta furða? Það enga trú á honum. Nei, ég bara mest hræddur, ég fá ekkert bílinn aftur. Já, þú meinar. Hann grottið það? Nei. Ef þetta gengur vel núna, þá held ég fá ekkert bílinn aftur í sumar. Ég nokkuð viss það. Já, vil ég stöðla. Ég ætla að taka chattið þann. Hvað segir þú gott? Þetta gaman að? Já, þetta helvið fínt. Þetta eitthvað sem ætlar að fara að leggja fyrir þig? Þetta eitthvað sem ætlar að fara að leggja fyrir þig? Já, fyrir eftir hvernig ég enda í dag. Já. Nú að umtala hérna í brekkunum og sitt betri en gamli, finnur það ekki alveg? Algjörlega. Það satt sem heyrði að þú hefði bara ekkert prófað svona bíl fyrir hérna í morgun? Já, það satt. Jæja, Gísli, hvernig gengur? Ekki alveg nógu vel. Nei? Veistu hvað þú staddur það? Nei, ég hef ekki hugmynd það. En ég klúraði svolítið annari braut, ég var fyrstur í hann og lenti hann í stáli og fór aftur mig og velti svo sátt og það var mjög dýrmætt stig held ég. Það var upp svona byrjun þrautar. Hvernig gengur þér? Ég held að gangi bara ágætlega. Já. Veistu hvað það staddur? Já. Númer 1. Venst það ekki ágætlega? Við vorum nú leiðilegum staðinni fyrra, við vorum í sömu stöðu og síðan velti ég tímabrautinni, þannig að nú þurfum við að passa okkur. En það ekki bara að keyra yfirvegun og ánægju og rotta þetta? Jú, við klárum þetta. Jæja, strákar, hvernig gengur ykkur í dag? Ekki nógu vel. Nei. Hvað klikkaði? Bara allt og mikið að stekum í fyrstu og síðan bara hitti ég eitthvað illa á það í annari og fór á toppinn og allt í klessu. So get out there and do what you're made for. Hjá okkur málið einfalt. Framtíðin ljós. Engin kopar, bara ljósleiðari. Tengir HR. Fjarskiptafélagi eigu heimamanna. Við tengjum þig við nútímann. Logey með verkfæri fyrir alla sem gera kröfur gæði. Logey, Vesturvör 7, Kópavogi.